Ísland land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonanna birtu þú sér. Hér er ég með Karl Gauta úr fyrsta sæti Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi. En hver er stefna Miðflokksins? Hún er margþætt. Við höfum fyrir þessar kosningar lagt fram skrá yfir 10 ný réttindi fyrir þjóðina til þess að bæta hag hennar sem á sviði umhverfismála og fasteignamála, atvinnulífsins aðalega. Miðflokkurinn er í raun og veru svolítið gamaldags að því leitum við til að við teljum að það sé best fyrir þjóðina að efla atvinnulífið. Og við erum svolítið að hugsa fyrir því hvernig við getum byggt upp sterkt atvinnulíf í landinu, sérstaklega litlu fyrirtækin, þessi vegstæði og trésmiðjur og alls konar svoleiðis, að fólk getur rekið þessi fyrirtæki á þess að ríkið sé að taka of mikið í skatt af þeim. Vegna þess að við teljum að ef að fyrirtæki borgi minni skatt, þá getur þau ráðið fleira fólk til sín, til dæmis, og jafnvel hækka launin, þannig að fólk hafi það betra heima hjá sér og getur lifað betra lífi. Miðflokkurinn er svolítið þar á þessum stað. Hugsa atvinnulíf vegna þess að það kemur öllum til góða. Starfsmönnum, þessi reka fyrirtæki, og þá eykst hagvöxturinn, þá hafa það allir betra. Þá er þetta að hjálpa. Þá er þetta að hjálpa margar fleiri. Það er líka að hjálpa gamla fólkinu, öryrkjum, þeim sem hafa lægstu launin. Það kemur öllum til góða ef atvinnulífið vex og fara að vaxa í friði. Og við erum svolítið þarna. Við skyldum stjórnvöld til dæmis til að borga öllum Íslendingum auðlindagjald. Þá fer skyldan á því að fá þetta auðlindagjald inn í ríkissjóð, hún flyst þá yfir á stjórnvöld. Og svo varðandi eign okkar, til dæmis eins og í Íslandsbanka, við eigum þann banka mestu leyti, þjóðin, fólkið. Þannig að við hugsum þessu svo. Og menn eru ofta deila á stjórnmálamenn, þið eru að selja vinum ykkur þetta, þið eru að selja þetta alltaf lágt, þið eru að gefa einhverjum þetta, þið hafa heilt þetta er alltaf svona. Við segjum bara, heyrðu, við eigum þennan banka, okkur gefum við ekki bara fólkinu, okkur afhendum við ekki bara fólkinu. Varðandi læknisskoðun, ef við ekki bara láta ríkið sjá það, að allir fari á 3 ára fresti í skoðun, þannig svo fer með bílinn í skoðun. Og það er ókeypis fyrir alla. Öll þjóðin hagnast á þessu. Að sjúkdómar uppgötvist fyrr en ekki á síðari stigum. Hver er ykkar stefna í umhverfismálum? Hún er mjög skemmtileg. Við teljum að við eigum að lofa minna og gera meira. Við teljum til dæmis að all mannkynið það býr á þessu netti og það er örlítill lofthjúpur frá ofan jörðina sem er andrúmsloftið sem við drögum á okkur og veðrakerfið og allt þetta. Ef við mengum það, þá skiptir engu máli hvar verksmiðjan er. Þetta sé í Kína eða á Íslandi. Hún eyðileggur loftið fyrir allir. Þannig að skiptir máli ef einhver hefur góða lausn á slíku vandamáli og þá eigum við að nýta okkur. Eins og við á Íslandi, við erum svo heppin að hér á Íslandi erum við með fallvötnin eða ofnar sem við getum virkjað án þess að menga neitt. Og það er bara að halda honum að renna og knýja þessar vélar og við getum þá brætt ál eða stál eða eitthvað annað. Og auðvitað menga álverksmiðjur en orkuveri mengar ekki neitt. Það býr til rafmagn án þess að menga. Þannig að þetta er besta leiðin til að gera það sem við þurfum að gera, búið til ál og búið til stál og bræða eitt og annað. Besta leiðin er að nota þessa orku og svo viljum við gera margt annað. Við viljum til dæmis
varðandi þessa gróðurhúsalofttegundir, við viljum auðvitað að við bindum þetta hér á Íslandi. Allavega og minnstakosti það sem við sjálf erum að blása út í loftið. Við erum ekki að gera það, en við getum gert það. Á einfaldan hátt með því að rækta skóg. Við ætlum að reisa umhverfisvæna sorporkustöð. Og það er ekki eins og við höfum uppgöndað þetta. Þetta er út alla Evrópu. Nú þegar fasteignaverð er hærra en það hefur nokkuð tíma verið, hvernig á að bæta verðið fyrir fyrstu kaupendur? Fyrst og fremst snýst þetta held ég lóðaframboð. Miðflokkurinn vill skylda sveitarfélögin til að bjóða fram meira af lóðum. Hvernig ætlið þið að verja heimilin? Til dæmis eins og ég sagði hann, til dæmis með því að greiða öllum Íslendingum auðlindagjaldið. Það kemur sér vel í desember að fá auðlindagjald. Skylda stjórnmálamenn til að borga 100.000 krónur á mann í auðlindagjald. Hvernig ætlið þið að tækla COVID ef þið farið í ríkisstjórn? Ég er nú orðinn svo þreyttur á þessu COVID eins og allir aðrir að mér finnst löngu verið komið tími til. Við getum bara að hittast. Við getum bara að hittast, fleiri, á þess að vera með þessa fáránlegu grímur sem gera að sögn sérfræðinga nánast ekkert gagn og jafnvel ógagn. Þannig að ef ég er í ríkisstjórn þá myndi ég aflétta öllum þessum sóttvarnaráðstöfunum. Ég myndi auðvitað hlusta á sérfræðingana vegna þess að ef þetta kæmi aftur, ef það kæmi hérna bylgja og spítalarnir yrðu fullir og þá yrðu náttúrulega kannski að grípa aftur til aðstæðna. En þetta er orðið ágætt núna að við ráðum vel við þetta. Það er mjög fáir inn á spítalar sem betur fer og fáir alvarlega veikir. Þannig að ég myndi hlusta á sérfræðingana en ég myndi aflétta öllum þessum sóttvarnaráðstöfunum núna. Hvernig lítið þú aftur á hitting þinn á Klausturspar fyrir 2 árum? Nú til dags, hvernig lítið þú aftur á? Þetta var erfiður tími. Þjóðin var mjög hneyksluð á þessu. En ég sagði nú ekkert það sem ekkert ljótt þar. Eða var edrú og var á mínu bíl. Þannig að ég fyrst og fremst kenndi þetta mér það hvað þjóðin getur verið dómhörð, gífurlega dómhörð og hvað fólk getur elt einhverja sögur og orðið heiftúðum út af svona hlut sem þarna var, sem var í raun og veru í fyrsta lagi mátti viðkomandi ekki taka þetta upp og hún var skylduð til að eyða þessum upptökum. Hvað á að gera í innflytjendamálum hér á landi? Miðflokkurinn hefur talað fyrir því, allt þetta kjörtímabil, að við séum ekki með neina stefnu, við Íslendingar erum ekki með neina stefnu í innflytjendamálum. Þannig að ég tel að miðflokkurinn, ég tel að við þurfum að sinna innflytjendum betur. Við erum að kenna íslensku, við erum aðlaga íslensku samfélagi mikið betur en við erum að gera. Og svo erum við náttúrulega sérstaklega stefnu í hælisleitendamálum sem er kannski annað mál. Við teljum að við erum að fylgja fordæmi nágrannaþjóðanna og taka við færri hælisleitum heldur en við erum að gera núna, við erum ekki að ráða við þetta. Miðflokkurinn leggur áherslu á að allir einstaklingar séu jafnréttháir og skuli metnir af þeim eigin veruleikum en ekki út frá neinum öðrum persónulegum einkennum. Flokkurinn telur mikilvægt að standa vörð frelsi einstaklinga og rétt þeirra að hafa ólíkar skoðanir og tjá sig án þess að vera látinn gjalda fyrir. Miðflokkurinn stendur vörð frjálslyndi og þá grundvallarhugsjón lýðræðis að allir skuli hafa jafnan rétt á að hafa áhrif á stjórn samfélagsins. Hver stefna ykkar í heilbrigðismálum? Í heilbrigðismálum almennt þá teljum við að einkaframtakið í heilbrigðismálum, það er búið að útiloka það allt og mikið út úr heilbrigðiskerfinu. Það er að segja, þetta er allt orðið mjög ríkisrekið og ríkisvætt og gengur mjög illa að semja við þá sem eru ekki á launum eða launaskrá hjá ríkinu. Og við viljum snúa þar af þeirri braut og svo erum við líka auðvitað með þetta loforð biðlistana. Þetta er kannski að við heyrt að ef þú ert á biðlistu eftir aðgerð og þú ert bara sárlasinn og kvalinn heima að þá er það náttúrulega sóun á þínum tíma og þínum lífi
Þú getur kannski ekki gert mánuði saman með út á biðlista og biðið til aðgerðinni. Að við viljum snúa þessu líka við, eins og mörg öðru. Við viljum snúa bara að segja, ef þú þarft að bíða í meira 3 mánuði, að þá á ríki bara borgaði bætur. Hvað finnst þér tillögu nýja stjórnarskrá? Já, þessi atriði sem kosið var ég held að þessi langur tími liðinn og margt hefur breyst og ég held að stjórnmálin og stjórnmálamennirnir verða að fá svigrúm og til að ná samstöðu þessa breytingar. Ég sé algjörlega ljóst að við tökum ekki upp einhverja nýja stjórnarskrá sem eitthvað fólk bjó til fyrir 12 árum, eða hvað langt nú síðan. Tökum hana bara og hendum henni. Ég algjörlega á móti því. Hvað finnst þér Evrópusambandsviðræður sem hafa verið og hugmyndir að taka þær aftur upp? Við erum algjörlega á móti því að taka viðræður Evrópusambandsins, algjörlega á móti því. Haldið þið að kosningarnar muni fara ykkur í hag? Ég finn alveg fyrir því að fólk farið að leggja við hlustir við því sem við erum að segja. Ég finn það mjög vel. Þannig að ég held að kosningarnar muni fara miklu betur en kannanir að sína. Heldur þú að málþóf eða klústursmál hafi haft áhrif á nýlegar skoðanir? Það hefur áhrif á fólk. Það allt svona hefur áhrif á fólk. Málþóf, þó að kannski sumir telji málþóf vera slæma hlut, þá held ég að málþóf sé mjög nauðsynlegur hlutur að minnsta kosti eins og lýðræðið í dag. Þetta er eiginlega eina vopn, en við myndum hiklaust endurtaka þetta ef að slíkt svipað mál myndi koma upp. Núna bættust 2 þingmenn við Miðflokki á síðasta kjörtímabili. Heldur að það hafi orðið ykkur, auðvitað var það liðstyrkur eða mikill liðstyrkur, sérstaklega inn á þinginu, heldur að hafi breytt miklu varðandi mál sem Miðflokkurinn vill koma inn? Það styrkir auðvitað alla flokka ef það kemur gott fólk inn í flokkana og það er alveg klárt. Já, hvað flokka myndið þið vilja vinna með í næstu kosningum? Ég myndi, svarið mitt við þessu það er finnst ekki skynsamlegt að útiloka nokkurn flokk. Já, kannski einhverju sem hefur meiri áhuga að vinna með. Fyrsti kostur okkar væri auðvitað flokkar sem eru nálægt okkur, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og svo koma nú fleiri flokkar eins og Viðreisn, en síður með öðrum flokkum. Er eitthvað sem þið vilt segja að lokum? Nei, ég segi bara mæti á kjörstað og XVM. Það munar Miðflokkinu. Takk fyrir að koma, Karl Birgir. Takk. Já, það sem mig langar... Já, nákvæmlega. En málið að þú bara hefur skoðanir. Já, við í VAF-framboðinu viljum náttúrulega styðja við kvennfólk. Þannig að við viljum að konum... Kvennfólk. Já, alltaf sama klísja. Við viljum fá að karlar og konur verði ójafnir. Mér finnst að við ættum að hugsa aðeins meira peninga. Peningar eru ójafnir. Við þurfum að hugsa umhverfið. Það er fullt af fólki að deyja. Viljum við virkilega að jörðin muni eyðileggjast eftir... En þá er það búið... En það er að koma heimferðið. Við erum með trausta stefnu í hugsun. Það er líka
nammi, það líka nammi. Við bara eigum öllum peningum. Það er til nammi, krakkarnir í Afríku. Það er að koma heimsendir næsta vor. Ég las það á Djefaf. Mjög ótraustverður hugmynd. Jú, það er mjög trúið. Ég meina, ég trúi því að það mun koma heimsendir 7. mars. Af hverju 7. mars? Undan því að einhverjir random vísindamenn í Indlandi voru eitthvað. Er það ekki afmæli þitt, Jóhann? Jú. Já. Það verður svona spennandi. Heimsendir að afmæla á sama degi. Takk fyrir. Ég bara verð að segja að þú þannig að Jóhannes í græna frambúðinu, ég er mjög ósammálaður. En svo líka, hvað má maður fara ókeypis? Svona, hvað má maður? Ég segi að við gerum bónus ókeypis. Já. Fyrir fólk sem er tekjuhærra en 870.000 krónur á mánuði. Við viljum það við ókeypis að fara á íþróttaleik. Hvað heitir þú aftur? Ég heiti Elfa. Og í hvaða flokki? Ég er í kvennalistin. Já, hann heitir kvennalistin vegna þess að flestir byrja á vaff nema ég. Fyndið. Já, ég er alltaf mjög ósammála ykkur tveimur. Já, Því ég tel að grænmeti sé óætt. Við viljum hafa frítt í kvikmyndahús og leikhús á landinu. Má ég tala? Ok, frítt í bíó. Hvernig á við að fóra áður? Það á líka að vera frítt í leikhúsunum vegna þess að í leikhúsunum er afþreying. Það er bíó er betra en leikhús. Í einhverju bandarísku bíóbulli. Það er ekki afþreying. Þú ert íslenskt. Unga dama. Heldur þú að konur geti verið í pólitík? Já, ég hef marga sannar. Ég veit að þú ert með alvörunni hárrétt undir þessu. Morgan Freeman, skammastu þín. Nei, Morgan, skammastu þín. Nú munum við líta til ábyrgðar framtíðar XY sem er nýjasti flokkurinn í þessum kosningum. Yfir til þín, Magnús. Hér er komin með Jóhannes Loftsson frá Ábyrgri framtíð. Hver er stefna Ábyrgri framtíðar? Já, við erum með tvær stefnur, tvær svona meginþema sem við erum fundið fyrir. Við tölum sérstaklega fyrir því að taka hart á þessum COVID-málum sem er gangi. Við viljum ekki frekari takmarkanir í það er að áfram. Og við viljum beita aðferðum sem við beita erlendis svo að það sé ekki eins harðar aðgerðir í gangi. Svo við getum bara klára COVID mjög snemma, bara haldið jólin og þetta bara mynd. Hinn stefnan sem við tölum fyrir, sem er svona gegnum allt, er það að við tölum bara fyrir því að ábyrgð og vald fari saman. Þannig að fólk, stjórnvöld, eiga alltaf að sína ábyrgð og það er svona kjarni í okkar þemastefnu í öll á þeim mál. Hafið þið stefnu í ykkur umhverfismála? Já, svona umhverfinu erum við kannski svona aðeins, því við erum náttúrulega aðalega með mikil áhyggjur af því hvernig við höldum áfram í þessu, við leysum ekki þessi vandamál í COVID. En þar myndum við svona vera með svona frekar svona mildari aðgerðir, við bara viljum helst breyta sem minnstu. Hvað er álitið um utanríkisstefnu Íslands? Utanríkisstefna, við skulum í utanríkismálum þá viljum við viljum vera herlaus þjóð, við viljum ekki að Ísland taki þátt inn í stríðsátökum, almennt séð. Við viljum og að Ísland taki sjálfstæðar ákvarðanir í málum, sé ekki stýrt af einhverjum ábyrgðarlausum erlendum stofnunum, en frekar ákvarðanir í stjórn Íslands, það séu teknar Íslandi. Þegar fasteignaverðið hærra en nokkuð tíma verið, hvernig finnst ykkur að það eigi að bjarga því fyrir ungt fólk? Já, eins og ég segi, þetta tengist allt COVID vegna þess að hagkerfið mun vera í mjög slæmum málum, þannig að allt hækka verð öllu. Í sambandi við húsnæðisverðið þá hef ég meðal annars og við stefnum því að einfalda byggingarreglurnar. Það er bara þannig að byggingarreglurnar þá hafa verið settar inn alls konar skilyrði fyrir svona lúxusskilyrði fyrir hvað íbúðir eiga að vera dýrar sem hafa gert íbúðir dýrari
Og annað sem við viljum gera í húsnæðismálum það að við viljum jafna stöðu leigjenda. Fyrst þegar fólk flyttur að heiman, það hefur ekki efni á að kaupa sér íbúð, byrjar að leigja. Þegar byrjar að leigja það áttar sig að því að það borga hærri skatta á þessu. Þannig að það ósanngjarnt að láta fólk borga hærri skatta bara fyrir það að hafa gefn á að kaupa sér íbúð. Einnig tölum við fyrir því að fólk fái svona meira vald yfir eigin lífeyri. Þegar við byrjum að vinna, þá byrjum við að safna alltaf á lífeyri til hliðar. Og við viljum að fólk geti þá safna þá lífeyrin í meira mæli, líka skyldulífeyrin inn á eigin húsnæði. Hvernig ætlið þið að tækla COVID eða fyrir í ríkisstjórn? Já, þannig að ef við förum í ríkisstjórn þá munum við fyrst byrja að leyfa allar meðferðir á sjúklingum snemma. Það ýmsar meðferðir sem hafa verið byggt á sjúklingum sem ekki leyfðar hér á Íslandi í dag og þær hafa til dæmis tekið niður faraldurinn í sumum löndum eins og Indlandi og við munum þá reyna að leyfa þetta, við munum leyfa þessar meðferðir sem vil draga mikið úr þannig að fólk verður ekki sveikt af sjúkdómum. Við munum beita ákveðin aðferðafræði sem kallast stýrð vernd sem þýðir það að við munum það tekið sérstaklega átak í því að passa upp á það að fólk sem í áhættuhópi það smitist síður og bara vernda það til stundum tíma en leyfa sjúkdómum bara leyfa hjarðánum að myndast hjá hraustu ungu fólki. Ábyrg framtíð leggur áherslu á allir valdbeitingu hætt. Þau vilja leyfa meðferðir og beita stýrðri vernd. Þeim finnst að bóluefnatilraunir barna lúti reglum lyfjatilraunir. Öll vafaatriði fá úrskurð dómstóla, gagnsæ rannsókn og skaða sóttvarnaðgerða og brotlegir látnir sæta ábyrgð. Þeir vilja efla tjáningarfrelsið. Þeir vilja að fólk ráði hvað þetta fjölmiðlis eða menningarefnis útvarpsgjaldi renni. Á að gera aðgerðir í innflytjendamálum? Við viljum gera sem allra minnst því okkur finnst þetta COVID skipta svo miklu máli og við munum ekki hafa efni á að keyra þetta samfélag áfram eins og það lítur í dag. Þannig að þetta innflytjendamál verði ekki inn aðalstefna hjá okkur eins og en okkar stefna almennt séð í innflytjendamálum er svona almennt séð þess eðlis að við viljum auðvelda fólki sem vil koma hingað til að vinna. Og beita atvinnulífi hér á landi? Já, það munum við gera því að eins og þetta lítur út í dag þá þetta COVID, það eiginlega forsenda fyrir öllu atvinnulífi í dag og við erum ekki að sjá að Íslands samfélag getur verið sjálfbært ef við ætlum að ekki taka á þessu COVID. Og þannig að við erum með því að taka á COVID strax á að tryggja grundvöllin fyrir góðu atvinnulífi. Og þegar það komið, þá þetta að tala að lækka skatta og auðvelda atvinnulífinu að þrífast. Hvernig á að efla tjáningarfrelsi? Já, við erum með mjög sterka skoðun á því og þetta algjört skilyrði hjá okkur. Þegar við byrjum að vinna, allir sem byrja að vinna, þeir þurfa að borga sérstaklega skatt og þessi skattur, hann fer beint í ríkisútvarpið. Og við viljum að fólk sem að borga þennan skatt fá að ákveða til hvaða fjölmiðils eða fréttamiðils eða menningarefnis þetta féð fari. Og þessi peningur, hann myndi gera mikið fyrir tjáningarfrelsi þegar þá myndi fólki sjálft í landinu fá að hafa áhrif á hvernig fréttaumfjöllun og í stað þess að það sé einhverjir ábyrgðarlausir milliliðir, kannski skipaðir einhverjum stjórnmálasamtökum sem ákveða hvað að vera fréttir, hvað ekki. Þannig við erum að láta fólki fá valdið yfir þessari fréttaumfjöllun. Haldið þið að kosningar munu fara ykkur í hag? Við bara vitum það ekki, við erum alltaf að vona það, þetta bara nýbyrjar, við erum bara að læra og já, við bara vonum það að það gerist. Það sem við erum öðruvísi en allir aðrir flokkar, það þekkir okkur enginn. Við erum að kynna þetta í fyrsta sinn. Við erum eini flokkurinn sem er með fasta stefnu í því hvernig á að taka á þessum COVID-málum sem skipta öllu máli fyrir allt sem hendur áfram. Og þegar fólk fyrir að átta sig því, þá trúum við því að það er bara fólk
fari að spá meira í spil, hvað að þurfa að taka þessi mál sem skiptir öllum máli. Er eitthvað sem þú vilt segja ráð? Nei, bara takk fyrir að koma og og bara mjög gaman að fá okkur svona áhugasama pólitíkina á þessum tímum sem náttúrulega alltaf sérstætt, sko. Bara gaman. Takk fyrir að koma við til Jóhannes. Takk fyrir að horfa á þennan þátt af Landskjöri. Í næsta þætti munum við tala við Katrínu Jakobsdóttur, formann Vinstri grænna og forsætisráðherra. Þetta er eins og síðasti í seríunni. Endilega horfa á næsta þátt. Takk fyrir.